Þá komið að öðrum lið, Dalsbraut, gangbrautarljós, breyting á deiliskipulagi, til máls tekur bæjarfulltrúi Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er liður 5 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 15. apríl 2026. En þar var tillaga að breyting á deiluskipulagi Dalsbrautar frá Þingvallastræti að Miðhúsabraut lögð fram að lokinni kynningu samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Í breytingunni felst að texti gangbrautarljós á Dalsbraut þar sem fram kemur að ljósin skulu útfærð með þeim hætti að rautt ljós verði að staðaldri bæði á akandi og gangandi umferð er felldur út. En í staðinn er gert ráð fyrir að gangbrautarljósin verði útfærð á sambærilegan hátt og flest önnur gangbrautarljós í bænum. Það er, rautt ljós kemur á akandi þegar ýtt er á hnapp. Ein athugasemd barst á kynningatíma. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillaga að breytingu á deiliskipulagi verði samþykkt án breytinga frá auglýstri tillögu. Er skipulagsfulltrúa falið að útbúa umsögn fyrirliggjandi athugasemd sem lögð verði fram við afgreiðslu málsins í bæjarstjórn. Þetta nú komið hér til afgreiðslu í dag. Að bæjarfulltrúi Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir, loki málsins og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar, ég get nú ekki staðið smá tíð að rifja upp þegar þessi gangbrautar ljósa virkjan var kynnt fyrir okkur hérna á brekkunni á stórmerkum fundi þar sem helmingur fundagesta gekk út í hálfleik. Það var reyndan enginn hálfleikur, þetta voru menn í fílu. Og einn fílubróðir satt reyndar eftir og hlustaði áfram og eftir satt þetta og ég rifja þetta upp bara fyrir þá sem ætla að sitja hér, sem munu sitja hér áfram í bæjarstjórninni að á þeim tíma þá voru þessi gangbrautarljós kynnt með þeim hætti að gangandi ættu ætíð og alltaf að hafa forgang. Það kæmi gangandi maður að og kæmi grænt á hann. Við vitum að þetta verður ekki gengið eftir. Þessu hefur ekki verið fylgt eftir heldur. Síðan eru mörg ár síðan ljósin voru sett upp. Þetta segir okkur það að þegar við lofum einhverju, heitum einhverju, það á fjölmennum, almennum borgarafundi, að þá verðum við sem bæjarfulltrúar að sjá til þess í framhaldinu að það sé staði við það sem sagt er á slíkum fundum og lofað. Þetta er ekki stórt atriði en einhvað síður. Mér langaði bara til að minna á hvernig að þessu var staðið í upphafi og ég er eindregið samþykkur þessari breytingu sem á að gera hér í dag og er glaður að við skulum hafa tekið þetta mál upp eftir 101 ár. Takk. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, loki málsins og orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvað til hljós þessi geta samþykkt og umsögnina frá skipulagsstjóra líka. Það eru öll, takk fyrir það.